síðastliðinn sunnudag og gaf okkur mjög uppörvandi og hvetjandi orð, fullt af krafti og hann talaði bænina, bænalífið og þá föstu, eða já, að fasta samhliða bæninni. Þetta var gott hjá honum, virkilega gott. Amen, heyri ég á salnum. Kannski má ég biðja bara orða minni að myndum sækja vasklas fyrir mig. Þetta til í það. Kemur þurrkur í hálsinn á mér. Ég ætla að tala aðeins ég ætla að reyna að vera hvetjandi. Er það í lagi? Fastan kemur þar inn. Flestir sem hugsa, fasta. Það er ekkert mjög hvetjandi. Það nennir enginn að fasta, maður. Og breytir hins vegar engum það að bænin og fastan fjallar eða snerta mjög mikið. Þetta sem í lífi okkar sem heitir jarðvegur trúarinnar. Hvar jarðvegur trúarinnar í lífi okkar? Það jarðvegur hjartans. Og ég ætla að fjalla aðeins það í dag. Ég heyri nefnilega oft, það smá són í mikrofónunum. Truflar það ykkur ekki þetta kannski? Gott að fá vatn. Takk. Ég heyri marga kristna oft segja, ég hef enga trú, eða ég hef svo litla trú. Og sem ég segi, ég algjörlega trúlaus, ég sé Guð aldrei gera neitt. Þú veist, ég bið og það gerist ekkert. Það eins og ég hafi enga trú. Mér langar uppur ykkur, þó að það hljómi kannski ekki eins og uppurur, að segja að trúleysi ekki það sama og vantrú. Trúleysi nákvæmlega bara það sem orðið þýðir. Engin trú. Vantrú þýðir ekki það að þú sér trúlaus. Þú getur á trú, en af einhverjum ástæðum, og ég ætla að sýna ykkur á orðinu, af einhverjum ástæðum eru hlutir að þvælast fyrir sem að orsaka eða valda vantrú í lífið þínu. Og þetta leksían sem ég langar til þess að við skoðum í dag. Þú hugsa kannski strax, þetta er ekki uppörvandi mig, Halldór, þetta er ekki beint uppörvandi að vera að tala það hvort að ég hafi trú og ég hef enga trú og að vantrúin sé að þvælast fyrir í lífi mínu hugsanlega, það sé ástæðan. En nú mikilvægt að lesa og við byrjum að láta Jesús segja okkur það sem hann vill kenna. Erum við með? Markus 4, ég ekki með þetta einhvers staðar hérna? Sjá. Markus 4, 13-20. Og hann sagði við þá, þið skiljið eigið þessa dæmisögu. Ég gleymi aldrei þegar ég las þessi orð Jesú. Þið skiljið ekki þessa dæmisögu, hvernig fáið þá skiljið nokkura. Dæmisagan sem hann hafði verið að segja var dæmisagan sáðkornið og jarðveginn. Að sáðmaður fór út að sá og sumt sæði fjall í harða götuna og sumt fjall til hliðar við veginn og fuglarnir átu það, sumt fjall og þyrnarnir kæfðu það. Þið þekkið þessa dæmisögu. Þetta ein af þekktustu dæmisögum Jesú. Þegar ég hins vegar sá þetta sem hann sagði, ef þið skiljið ekki þessa dæmisögu, hvernig fáið þið skiljið nokkura? Með öðrum orðum, þetta er grundvallar dæmisaga. Við verðum að skilja hana, því annars skiljum við bara ekkert af því hvernig trúarlífið virkar eða hvað Jesús að tala um. Sáðmaðurinn sáir orðinu, það vitum við. Sáðmaðurinn sáir orðinu. Sáðkornið sem sagt orð Guðs. Hann útskýra núna fyrir lærisveinunum. Það hjá götunni þar sem orðinu var sáð, merkir þá sem heyra, en Satan kemur jafnskjótt og tekur burt orðið sem í þá var sáð. Eins og það sem sáð var í grýttajörð. Það merkir þá sem taka orðinu með fögnuði, leið og þeir heyra það, en hafa enga rótfestu. Þeir eru kvikulir og þrenging verður síðan, eða ofsóknarefni orðsins bregðast þeir þegar. Öðru var sáð meðal þyrna. Það merkir þá sem heyra orðið, en áhyggjur heimsins og tál auðafana og aðra gyndir koma til og kefja orðið.
svo það bar engan ávöxt. Hitt sem var sáð í góða jörð. Merkið þá sem heyra orðið, taka við því og bera 30-faldan, 60-faldan og 100-faldan ávöxt. Þetta fræg dæmisaga. Sáðkornið er Guðsorð, jarðvegurinn er hjartað okkar. Og öllu fremur ekki bara hjarta okkar, heldur ástand hjarta okkar. Í hvaða stöðu er hjartað? Og nú ætlum ég að uppörfa strax með því, að því að sumir segja, ég er búin að trúa Guði fyrir þessu, ég er búin að gera þetta allt og ég er búin að játa þetta og það sé ekkert gerast. Svo Guð greinilega vill ekkert gera þetta. Tókst þetta dæmisögunni. Það hvort að ávöxturinn var engin, lítill eða mikill, breytti engum það að þetta var Guðsorð. Það var orðinu sem hann sá. Þegar Guð talar, þá meinar hann það sem hann segir, hvort sem þú sérð ávöxtuna því eða ég, eða ekki. Sérðu hvað er að fara? Það að hvað við berum mikinn eða lítinn ávöxt, er engin endurspeglun af því, hvort að Guðsorð segir satt eða ekki. Því það er oft sem við túlka bara, já, Guð vill þetta bara ekki, því það er ekkert að gerast. Það er bara ekki rétt túlkun. Guðsorð, Guðs vilji er alveg jafn mikilvægur og mikill og alveg á jafn vel við í þínu og mínu lífi, hvort sem við erum að bera mikinn eða lítinn eða engan ávöxt. Það segir ekkert Guðsorð, það segir allt stöðu hjarta okkar. Það segir allt það hvernig ástatt er með okkur í hjartanu. Okkar viðbrögð er ekki mælikvarði á sannleika Guðsorðs. Og þá segir, hugsaðu, alltaf er ekki uppörfa með eitthvað. Ég finn engu uppörfa þessu. Nú lifum bara ennþá vel. Nú finnst ég bara að vera algjör lúsir núna. Þú veist, það er ekkert að gerast hjá mér og þú segir þetta sé bara ástand hjarta míns og hvað meinar með uppörfa mig? Hinkraðu, þetta kemur, skoðum. Skoðum hjarta okkar. Hjarta okkar er fullt af alls konar, eða ekki? Men þetta er borgarstjórinn sem sagði alls konar. Nú ætlum við að gera alls konar. Jóngnar, það var mikið fyrir alls konar. Er ekki hjarta okkar einmitt fullt af alls konar? Það er það sem Jesús var að lýsa í þessari dæmisögu. Það er samkeppni hjartað. Það er samkeppni hjartað í okkur. Því meira sem við erum uppteknar í lífinu, því meira sem við tökum okkur fyrir hendur, því meira sem við þurfum að vera alltaf, því minna pláss er fyrir orðið í hjartan okkar. Það er kennslan í þessari dæmisögu. Hefur tekið eftir því? Þú er kannski, ég ætla að nefna þetta dæmi, bara persónulegt dæmi, hann gerðist fyrir mig. Ég var góður vinni hjá Reykjavíkurborg og allt í lagi laun og bara fín vinna og eitthvað svoleiðis og ég þurfti ekki að hafa neinar áhyggjur af svona mannaforráðum einhverju slíku, engar. Fór bara heim, vinnan búin, mætti daginn eftir, held að hann vinna. Svo bauðst mér starf með mannaforráðum. Smá hærri laun, það var alltaf þess virði að fá hærri laun, en áður ég sagði já, og meðan ég var að ræða þetta við eina góða vinkonu mínu sem vinnur hjá borginni, þá sagði hún, Halldór, vertu bara vissum að þú viljir allt það sem fylgir mannaforráðum. Áhyggjurnar, dótið, tíminn, allt sem fer í það að stýra einhverjum hópa fólki, er það krónunar virði. Og hvað er hún að segja? Hún er að segja, gættu að hugur þinn og líf þitt sé tilbúið að takast á við þau verkefni sem koma. Leiðu bæti við verkefnunum, þá aukast áhyggjurnar. Það eykst það í lífinu sem þú þarft að takast á við. Og minni tími verður til þess að rækta innri mannin. Í dag kennsla, námskeið, haldið fyrirlestrar og fólk borgar dýrum dómi fyrir að koma og láta segja við sig einfaldaðu líf þitt. Ekki satt?
Einfaldaðu líf þitt. Líf þitt of snúið, of flókið, það of mikil samkeppni hjarta þitt. Þetta snýst ekki hvort það synd, þetta þarf ekki vera eitthvað rangir hlutir, þetta bara hlutir sem kæfa annað. Það plássleysi, hjarta þetta aðeins svo stórt. Þú getur reynt að þenja það og sem margir reyna að þenja það til þess að ná utan meira og það allt í lagi og það tekst stundum. Sjáu hvað að fara. Þetta kennslan sem Jesús að kenna okkur. Einfaldaðu líf þitt. Þetta ekki nýju opinberun sem að koma úr háskólanum bara fyrir 5 árum síðan. Þetta prinsip sem Jesús kendi strax frá upphafi. Því meira sem þú fyllir þig af öllu í lífinu, því fleira dót bankar upp á hjarta þú vill fá að komast inn og hafa pláss. Skilur hvað að fara? Það samkeppni trúna í hjartaðinni. Svo hvað getum við gert? Hvað að gera í þessu? Þetta jarðvegur trúarinnar, það hjartað okkar. Við viljum öll hafa trú, við viljum hafa mikla trú. Ekkert bara pínlitla trú, við viljum hafa mikla trú. Og við viljum sjá hluti gerast og við viljum lifa í Guði og svo framvegis. Það fyrsta, það sem við vorum að segja, dragðu úr samkeppninum hjartað. Já, ég get það ekki. Jú, getur það. Kannski ekki öllu. Ég ekki að segja að þú getur lagt allt til hliðar, en það hlutir í lífiðinu, hlutir í mínu lífi sem ég get bara lagt til hliðar. Ég þarf þetta ekki í mitt líf. Eitt sem ég læri, ég búin að segja ykkur þetta áður, eitt sem ég læriði fyrir einhverjum árum síðan, það eitt, tökum til dæmis að þú lendir í því að vera með tjáskipti á Facebook. Þú segir eitthvað, einhver kemur og svarar þér. Og það þú veist, menn ekkert að voða penir alltaf á Facebook. Þeir bara vaða og valta yfir þig. Og hvað gerist innan með þér? Þú hugsaðir jáður og settir fæsluna og nú færðu 10 fæslur það sem ráðist á þig fyrir að segja þetta sem þú sagðir. Hvað gerur þá? Þú fer í vörn, þú byrjar að skrifa á móti og standa á þínu, hafa rétt fyrir þér. Ég þarf þetta ekki. Ég þarf ekki einu svona að hafa rétt fyrir mér. Ég set nánast enga svona fæslu í þessum anda á Facebook og ef ég geri það, þá ég búin að ákveða löngu áður að ég mun ekki svara neinni sem kemur. Ég mun ekki fara í neina rökræður á Facebook þetta. Af hverju? Það samkeppni hjarta á mér. Ég að eyða kannski nokkrum dögum, ég láta mig líða illa yfir því að vera ekki með sigurinn yfir þessum rökræðum. Skilur hvað að fara? Þetta bara klassískt dæmi og þetta nútíma dæmi það baráttu sem á sér stað hjarta þitt. Þannig að dragðu úr samkeppninni með því að minnka það sem að banka á hjarta þú vill fá pláss. Annað í viðbót. Hvað gerur í þessu? Og þetta mjög mikilvægt. Ef þú ert að rækta í garðinum, sumir rækta kannski í garðinum og eftir að ég varð eldri, þá fæ ég áhuga á alls konar málum sem að ekki að biðja pláss í hjartanu mínu, heldur þau gefa mér pláss fyrir hjarta mitt og það að standa og setja lítið blóm og í blómapott. Nefndu þessu aldrei áður. Nú veist við, það var gaman að hlúa því og láta Guð tala til mín í leiðin. Mér gaman að standa velda og vilja elda góða mat. Nefndi því aldrei áður. Sögð pulsur og eitthvað svona. Nú finnst mér þetta gaman. Því flóknari sem sósan því betra. Þegar þú ert að rækta í garðinum, þá máttu ekki gleyma því að illgresið í garðinum nýtur rigningarinnar líka. Það ekki bara það sem þú sæði sem þú settir í hjartað þitt sem að færa rigninguna, heldur færa illgresið ríka rigninguna ef það komið. Og hvað meina ég með því? Nýttu þér þetta. Ef að við í trúarlífinu segjum að Guð, nærvera Guðs, verkan heilags andi í okkur regnið sem vökvar okkur. Hvað gerast? Þú ert að keyra niður Miklubrautina. Það svínar eitthvað fyrir þig. Og það rís allt upp og þú fær svona road rage.
Það bara rís allt upp og þú fyrir að bölva viðkomandi sand og ösku, þú veist, og þá kemur regnið sem að vökvaði þessa illgresi og segir, byrju, að það leifur þessu illgresi að vera þetta. Hvaða hugarfari er þetta? Nýttu þér það að þetta illgresi poppaði upp fyrir hinn sáðkornin góðu. Hvað gerur við það? Ég er búin að temja mér það og ég hvet ykkur til að skoða það líka. Það kemur ekki endilega bara sjálfu sér. Ef ég segi þessi ljótu haus þessa illgris sýnir sig í lífi mínu, þá gríp ég hann. Og ég byrja að toga. Og ég skal upp með hann frá rótum. Já, en þú stundum bara slítur bara hausinn af og þetta er ennþá þarna. Næst þegar rignir, kemur hann aftur, þá gríp ég hann og að lokum. Þó að það ekki 1 dag, 2 daga, 100 daga, 3 ár. Þetta illgresi skal upp úr mínu hjarta. Af því að þar er pláss, þar er ég að búa til pláss fyrir því eina sanna sáðkort sem er orð Guðs. Það er sáðkortið sem ég vil hafa. Þetta er ekki mjög uppörvandi ennþá. Ég er að segja ykkur, þetta er mjög uppörvandi. Vegna þess að það er leið út úr ástandinu. Ef ég segi ég gleymdi bara, þetta verður alltaf svona, þú verður alltaf í vandræði með þetta bara er. Það er ekki uppörvandi. Ég er að segja leið sem Jesús kendi og ég ætla að sýna ykkur eftir stórkostlega leið sem að Kristur sýndi og kendi okkur. Það hvernig við getum upprætt þetta illgresi sem er ekki samkeppninni. Ok? Eigum að lesa meira? Hlustið á þetta. Þetta er skemmtileg saga. Jesús fór upp á fjall með Pétri, Jakob og Jóhannesi og það er kallað opinberun á fjallinu og þeir eru að koma niður og þeir eru að koma það sem allir hinir lærisveinarnir voru. Hinir lærisveinarnir fóru ekki með þeim upp og þeir voru bara ekki, sátu ekki heim og biðu. Þeir voru að lækna sjúka, að reka út illa anda, gera alls konar hluti, spennandi hlutir. Svo þegar Jesús, Pétur, Jakob og Jóhannes, þegar þeir komu til lærisveinanna, hlustið á þetta, má ég segja geggjusaga, þetta er geggjufrásaga, frábær. Þá sáu þeir mannfjölda mikinn kringum þá og fræðimenn að þrátta við þá. En leið og fólki sá hann, sló þegar flemtri á alla. Þeir hlupu til og heilsuðu honum. Og hann spurði þá, það er að segja Jesús, og hann spurði þá, hvað er það að þrátta? Hvað er það að þræta hérna? Einn mannfjöldanum svaraði honum, meistari, ég færði til þín son minn sem málleysis andi er í. Hvar sem andinn grípur hann, slengir hann honum flötum og hann froðufellir, gnýstir tönnum og stirðnar upp. Ég bað lærisveina þín að reka hann út. Þeir gátu það ekki. Sjáu þið myndina. Þeir eru í burtu, þeir eru að reka, það er einn pabbi sem kemur, býð ykkur, þeir eru lærisveina Jesú. Strákurinn minn, hann er mállaus og ekki bara er hann mállaus, það er illur andi greinilega í honum því að hann fleygir honum í jörðina. Hann fleygir honum og hann froðufellir. Og þeir reyndu að reka þennan and út en gátu það ekki. Hvað segir Jesús? Ó, þú vantrúa kynslóð. Ertu ekki uppörvandi? Ó, þú vantrúa kynslóð. Hversu lengi á ég að vera hjá ykkur? Hversu lengi á ég að umbera ykkur? Pælið að fá þetta frá meistarnum sjálfum. Þú ert lærisveinina, sko. Og hann segir bara, hvað við gera með ykkur, strákar? Hann vissi nákvæmlega hvað var í gangi og hann var að fara það byrja að fara að kenna þeim mikilvægastu leksíu sem ég gátu lært og hún tengist því sem við erum búin að vera að tala um. Hversu lengi á ég að umbera þetta? Færið hann til mín, komið með strákinn sem sett drenginn, þeir færðu hann þá til Jesú og hvað gerir andinn í drengnum?
leið og andinn sá hann, teygði hann drenginn ákaflega, hann féll til jarðar, veltist og froðufeldi. Hafið eitthvað pælt í því? Af hverju hann gerir þetta þegar hann sá Jesú? Á hverju? Þetta virkaði á lærisveinana, sjáðu. Hann gerir þetta fyrir fram að þá og þeir gátu ekki gert neitt. Það pröfuðu þetta á Jesú. Gerir alveg sama triksið fyrir fram að Jesú. Vita hvort það myndi ekki virka á sama hátt. Jesú spurði þá föður drengsins, hve lengi hefur hún liðið svona? Og hann sagði, frá bernsku, frá barnæsku. Og oft hefur hann kastað honum bæði í eld og vatn. Hugsið ykkur lífið sem litli drengurinn hefur þurft að þola. Og foreldrarnir og allir í kring. Fjölskyldan. Þetta er skelfilegt. Hann hefur kastað honum í eld og vatn til að fyrirfara honum. Svo kemur þessi setning. En ef þú getur nokkuð, ef þú getur gert eitthvað, Jesús, sjá þá aumur á okkur, sýndu meðaumkun og hjálpað okkur. Jesús sagði við hann, ef þú getur, sá getur allt sem trúir. Jafnskjótt hrópaði faðir sveinsins, ég trúi, hjálpa þú vantrú minni. Nú sér Jesús að mannfjöldin þyrpist að, þá hastar hann á óhreina andan og segir, þú dumbi daufi andi, ég býð þér eða skipa þér, far út af honum og kom aldrei framar í hann. Þá æpti andinn, teygði hann mjög og fór. En sveinninn var sem nár, sem var alveg fölur, svo að flestir sögðu, hann er dáinn. Jesús tók í hönd honum og reisti hann upp og hann stóð á fætur. Nú kemur lexían. Jesús er dásamlegur. Munið þetta sem ég las fyrst. Hann sagði þeim dæmisögun sákornið. Og munið þetta eru lærisveinarnir hans. Hann kendi þeim hluti sem var ekkert að tala kannski við aðra. Og þegar þeir voru einu með honum þá sagði hann, þið skiljið ekki þessa dæmisögustrákar. Og svo útskýrði hann hana. En þeir verði að skilja hana því hún skiptir öllu máli fyrir líf okkar, fyrir trúna. Þeir verði að skilja hana. Núna, þegar Jesús var kominn inn og var orðinn einn með lærisveinum sínum, nú kemur lexían. Nú kemur það sem að við fáum að njóta, sem að fólki í kring fekk ekki að njóta þá, fyrir sínt og síðan meir. Við fáum að njóta núna og þeir spyrja náttúrulega eðlilega, hvers vegna gátum við ekki rekja hann út? Veitir hvað við myndum gera í nútíma kristindómnum? Ég hugsa að Guð sé bara hættur að reka út í landa. Þetta er bara búið. Þetta var bara í frumkirkjunni. Við komum með guðfræðilegar útskýringar á hverju kraftaverkin gerast ekki. Okkur líður illa þegar við höldum einhvað eigi að gerast og sjáum eitthvað gerast og það gerist ekki í okkur. Og þá fyrir við að leita útskýringa. Það var ekki það fyrsta sem að þeim datt í hug. Já, nei, Guður, hann gerir þetta ekki bara í gegnum okkur lengur. Hann gerir þetta bara í gegnum Jesú. Það var ekki nein pæling, heldur bara strax. Af hverju gátum við ekki gert þetta? Hvað var það sem gerði það verkum að við gátum ekki gert þetta? Hann mælti, þetta kyn verður eigi rekið út nema með bæn og föstu. Kemur lexían. Og þetta er það sem að kannski skiptir, þetta er oft mistúlkað. Þetta kyn kemur ekki út nema með bæn og föstu. Og flestir hafa túlkað í gegnum tíðina, þetta kyn
af illum anda kemur ekki út nema með bæn og föstu. En það ekki það sem Jesús að kenna. Var illi andinn eitthvað, illi andinn var vandamál fyrir hvern? Hann var vandamál fyrir pappan, fyrir drengina sjálfsögðu. Var hann eitthvað vandamál fyrir Jesú? Ekki neitt. En Jesús var ekkert að fasta og biðja fyrir honum. Illi andinn var ekkert að ég get alveg lofa ykkur því, illir andi að kippa sér ekki fyrir það þó þú sér svangur. Þú getur komið til að hungra eftir 5 daga föstu og þeir hlæja bara. Að þetta snýst ekkert það að þú sér svangur. Jesús hafði ekki fastað, ekki þarna, en hann var með lífsstíl af föstu. Þetta kyn vantrúar sem þið höfðu þarna, drengir, það þið gátu ekki rekja hann út var vantrún í hjarta ykkar. Það var of mikið af öðru dóti í hjartanu. Þið lituð illan anda, þið lituð hvað hann gerði við drenginn og ytri sýn tók yfir innri sýn. Þið hættuð að trúa því sem þið vissuð í hjarta ykkar og sáuð að þetta var mannlega séð ómögulegt og þið trúðuð því. Þannig að vantrúin tók yfir í hjarta ykkar og það kyn vantrúar sem þið eru núna að berjast við kemur ekki út nema með bæn og föstu hjá ykkur. Með öðrum orðum, þú hrekur ekki vandamáli sem í kringu þig sem þú ætlar að lækna eða leysa eða losa þig við, þú rekur það ekki út með bæn og föstu. Þú rekur út vantrún á þér með bæn og föstu. Þú tætir upp illgresið í hjartanu þínu sem að kæfa orðið þegar þú biður og fastar. Þú hættir að horfa á hið ytra, hið náttúrulega og hvað að gerast í kringu þig. Þú hættir að horfa á áhyggjur heimsins og þessa hrikalegu stöðu sem með þennan litla dreng sem þú gast ekkert mannlega séð gert í, en þú vissir innst inn í hjartanu þínu að þá gat Guð gert þetta, en þú náðir ekki að fara inn og sækja það vegna þess að það var annað sem var að kæfa. Hvað gerist þá við bæn og föstu? Þá ferð þú afsíðis og þú byrjar að leita Drottins og þú fastar. Á hverju fasta? Fasta ekki að snúa upp á höndina á Guði. Guð í sami gær og dag og meilið. Þú munt ekki breyta honum þó þú fastir. Og þú munt ekki breyta illa andanum þó þú fastir eða sjúkdómnum sem þú ert að berjast við. En þú munt breyta jarðveginum í þínu lífi. Þú kemur inn og þú hættir að horfa út á við og þú verður að horfa inn á við og finna og hvað sérðu þar? Það sérðu hversu yndislegur, stórkostlegur, öflugur, máttugur og kröftugur Guð er. Og þegar kaffi og sullið og eitrið og allt dótið fer að flæða úr blóðunniðinu og líkaminn er hreitt líka og það streymir allt, þú ert alveg vakandi alert í öllum hlutum. Og andinn er sprelllifandi. Það var það sem Jesús var. Hann fastaði það var lífstíll hjá honum. Þess vegna gekk hann og hann þurfti aldrei að lenda í vandræðum. Lærisveinarnir höfðu ekki tamið sér svona lífstíl og voru þess vegna konir í vandræði að þeir svo mikið dót í hjartanu þeirra að það kæfði trúna þeirra. Ég sagt ykkur einu sögu, ég fastaði mörgum sinnum fastaði svo sum en mann eftir einu sinni fastaði alltaf langan tíma og notaði tíman til þess að biðja. Margir fastaði líka, í dag föstur mjög vinsælar, líka til að létta sig, grenna sig. Kolli grínaði staðins með það einmitt hérna á síðastu sunnudag. Það ekkert að virka maður lengur. Og auðvitað var þetta létt grín hjá honum því að hann var að tala allt aðra föstu eða tilgang. En margir fasta í dag, það mjög vinsælt að fasta. Þetta með sér hluti af alls konar svona mataræði í dag, keto, föstur og ég veit ekki hvað föstur ekki boði og gangi og fasta milli þetta og eitthvað svona. Og þetta gert til þess að hvíla líkamann að sjálfsögðu. Þetta er ekki óholt, þetta gott og þetta svo að gefa jarðveginum hvíld, þegar þú ert að sá alltaf við og gefur þessu hvíld. En þegar þú ert að rækta andan, þegar þú ert að vinna með andaðinn, þegar þú ætlar að rækta jarðveginn og hafa hann góðan, þannig að hann beri 100% ávöxt.
Þegar þú vilt geta tekið þennan litla dreng og hjálpað honum á þess að lendi vandræðum vegna vantrúar, þá þarftu að rækta þetta sem lífstíl. Það uppörvandi. Þetta segir, heyrðu, það von fyrir mig. Það von fyrir okkur öll. Við getum öll verið þarna. Við getum öll tilengað okkur þetta. Ég man þegar ég var að fasta þarna í þessu lengri tíma, þá sýndi Guð mér hluti, talaði til mín sem snerti mig mjög djúpt og breyttu lífi mínu. En hann sýndi mér líka hluti það hvernig þetta virkaði. Man til einu skipti þessa daga sem ég var að fasta, sat ég heim í stofu og ég var bara að tala við Drottinn og þú segir, varst ekki svangur? Nei, ég var bara svangur fyrstu 3 dagana og þetta svo merkilegt, svo hættir að vera svangur, sjáðu. Og ég ekki að tala að ég fara í margra vikna föstur eitthvað svoleiðis, ég bara að tala að gera þetta hluti af lífinu til þess að þetta þýðir nefnilega, nú ætla ég að staldra við, til að hætta þessu náttúrulega, þessu mannlega, aðeins að skoða hjarta mitt, skoða jarðveginn, sjá hvort ég get ekki, hvort að það eitthvað svona vondir hluti sem ég þarf að losa mig við. Jæja, ég satt þarna og man ekki hvort að klukkan var að vera 11 eða eitthvað svoleiðis á morgni. Ég var í fríi þennan dag og þá kemur í huga minn, og ég ætla ekki að nefna nafni, ég ætla að breyta nafnir hans, Pétur, hann á leiðinni til þín, hann að koma og hann þarf að tala við þetta og hann verður hjá þér eftir smá. Ég vissi ekki af því, hann var ekki búinn að hringja, hann var ekki búinn að tala, en viti menn, bjallan hringdi og hann kom. Ég vissi það áður en hann kom. Ég vissi það áður en hann kom. Af hverju? Vegna þess að Guð sagði mér það. Og af hverju, hvernig gat ég heyrt svona skýrt í hún? Ef ég hefði verið inn í eldhúsi og háma í mig hamborgaran frá kvöldur náður eða eitthvað, sem ekkert að, ég elska góðan borgara, ekki mjög sílabug, en þá ég ekki viss sem ég hefði heyrt þetta svona skýrt. Ég bara ekki viss það, vegna þess að þetta var frátekinn tími, þess að snerist allt bara að hafa hjartað. Hlustandi. Hvernig kemur trúin? Við að heyra. Heyra. Þú heyrir orðið talað úr púltinu, þú heyrir það á kassinu, þú heyrir hér og þar, en fyrst og fremst heyrir þú orð Guðs sem sáð í hjartað þitt. Og þegar hann sáir orðin í hjartað þitt og þú heyrir, þá hefur þú trú. Þú efast ekki eitt augnablik. Þú veist að þú veist að svona þetta. Þannig að vantrú mundi, það þarf ekki. Þú þarft ekki að segja, Guð gef mér meiri trú, ég vil hafa stóra. Þú þarft ekki að biðja svoleiðis. Mundu hvað hann sagði. Ef þú hefur trú sem mustaskorn, það mjög lítið. Þá dugar það. Ef það fari pláss. Ef það fari ekki pláss, þá er það kæft. Þú þarft ekki meiri trú. Þú þarft ekki stærri trú. Þú þarft bara að gefa trúniðinni pláss. Ég tala þetta aftur og aftur og aftur, endalaust búin að gera undanfarið ár. Þetta heitir að lifa innan frá og út. Þú lifir innan frá það sem andi þinn fylltur af Guðs anda og orð hans fyllir þig og þú tekur á öllu þínu umhverfi þaðan. Ekki öfugt. Að lifa utan frá inn þýðir einmitt það sem lærisveinarnir voru að gera. Þeir sáu það sem að gerðist og þeir reyndu að díla við það utan frá inn, en það gekk ekki. Kristnum mönnum ætlað að lifa innan frá og út. Þú ert fyrst og fremst andi. Þú hefur sál og þú býrð í líkama. En þú ert andi, skapaður í Guðs mynd, sem andi. Og þegar það lifandi og kröftugt og næri sig og heyrir Guðs orðið og þaðan tekur ákvarðanir, þaðan þú lætur lífið stjórnast því sem gerast innra með þér, ekki þau sem gerast utanfrá. Þú lifir sem sagt innanfrá og út. Það var ekkert
sem er ómögulegt. Sá sem trúir getur allt. Er ég alltaf þar? Nei. En ég veit að það er þar sem ég þarf að vera og á að vera og ég keppi eftir því. Amen.